Jæja, allir 2-0 sigur gegn Skaganum hér í dag, þú maður leiksins, hvernig er tilfinningin? Hún er bara mjög góð sko, það var bara hörkuleikur og við vissum að þetta myndi vera fysikalleikur. Þannig að við mættum bara frá byrjun leiksins og já, endaði með 2-0 sigri. Einmitt, þið byrjið ansið sterkt í dag og skorið 2 svona nokkuð snemma, var það planið að koma bara miklum krafti inn í leikinn? Já, það var auðvitað bara planið að vinna leikinn fyrst og fremst en þannig að jú, planið var bara að vera fysikal og bara vera með góða liðsheild og þannig að það skilaði sigrunum. Þú skorar 2 í dag, það lítur að vera alltaf gaman að skora? Já, það er mjög gaman að skora. Það er bara það sem að framherjar eiga að gera. En að jú, ég er sáttur eftir dagsverkin. Og þú tekur vítið, Róbert Fiskar að kenja vellinum, ert þú vítaskeytan í liðinu? Já, núna ég er vonandi búinn að taka yfir sko. Það er mjög gaman að fá að taka þessi víti. Og einmitt eftir svona þungt tap gegn svona þínu liði Víkingum sem þú auðvitað spilar ekki, þá hlýtur að vera svona sterta, bara svona vinna nokkuð samfærandi sigur hérna beint eftir? Já, þetta var heldur erfitt að horfa á þann leik svona upp í stúku. En jú, bara geggja að fá að spila aftur. Og nú einmitt komið svona smá forskot á Blikana, alveg 7 stig. Svona hlýtur að vera góð tilfinning að vera með smá svona buffer. Já, auðvitað, en við erum ekkert að spá í því. Við erum bara að spá í næsta leik sem er í næstu viku til Keflavík. Þannig að þið er ekkert að spá í hversu mörgum stigum við erum undan hinu liðunum, bara næsta leikur. Já, einmitt. Keflavík í næsta leik, svona hvernig sérðu þann leik fyrir þér? Bara alveg eins mjög svipaður leikur og þessi hérna, graðsleikur og þetta verður bara líka fysikalleikur. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.